Á þessu námskeið þá fer ég vítt og breytt sögu áfengis í vestrænum samfélögum fyrst og fremst undanfarin 300 ár. Því það eiginlega ekki lengra síðan að sterkt áfengi, brennivín, kom til Norður-Evrópu og síðan til Ameríku og hafði gríðarlega áhrif á þessu samfélög. Þannig að sagan af hvernig stjórnvöld hafa brugðist við áfengisvandanum ekkert mikið lengri það, svona 300 ára saga. Og þar hefur allt verið reynt, frá banni að skattlagningu, að takmörkuðu aðgengi. Við dveljum í London 1700 þegar gínæðið geisaði þar. Við fylgjumst með fylliríinu sem að stiftist yfir austurströnd Bandaríkjanna upp úr 1820, 1830. Við fyrir til Rússlands þar sem að segja má að Stalín hafi búið til áfengisfaraldur þar sem enn geisar. Við fyrir til Íslands, fylgjumst með því þegar sterka brennivíni kom með nýlendukaupunum hérna 1700 og stifti íslensku samfélagi á fylliríið. Gaman að horfa á þetta svona utanfrá, að sjá áfengið og samfélög og stjórnvöld. Inni í þessari hringiðu eru alkohólistanir, fólki sem að verður veikt af áfengi. Við fylgjumst með því hvernig saga frelsisbarátta alkohólistana, hvernig hún fléttast saman við frelsisbarátta annarra hópa, eins og svartra í Bandaríkjunum, kvenna og fleiri hópa. Og hvernig þessir hópar í sameiningu náðu fram réttindum sínum, ekki síst eftir stríð. Stríðið sem að var eftir á skilgreint sem stríðið mannúð, því að þetta tengist svo mikið inn í það hvort að við teljum það vera mögulegt að maður geti breyst. Og það eru tímabil í sögunni þar sem við höfum haft mikla trú á því að ef að þrællin fengi frelsi þá geta hann orðið fullburða maður, ef að hinn fátæki fengi möguleika til þess að láta drauma sína rætast þá geta hann orðið glæsilegur maður, ef að hinn ómenntaði fengi að mentast þá geta hann orðið fullgildur maður, ef alkohólisti næði bata þá geta hann orðið fullgildur maður. En það er líka tímabil í sögunni þar sem við ekki haft þessa trú og það má kannski velta fyrir sér hvort að það einkenni síðustu áratugi. Alkohólistanir börðust sjálfi fyrir því að fá viðurkenningu á því að ástandið sem þau voru í sem aðri fyrirlitu væri sjúkdómur. Og þeim tókst hann á ágætis árangri á 19. öld og síðan upp úr stríði enn meiri. Þá tókst þeim einum geðveikra að brjótast út úr geðheilbrigðisbatteríinu, krefjast þess að fá viðurkenningu á það væri til batalið við sjúkdómið þeirra. Og það er glæsileg saga sem að við, áfengis- og vímuefnasjúklingar, ættum að vera stolt af og þekkja. Námskeiðið 3 kvöld, það byrjar á mánudegi, 17. september, klukkan korter yfir 8, við búum klukkan 10. Næsta kvöld 2 dögum seinna, miðvikudagurinn 19. september og svo klárast þetta mánudagskvöldi 24. september. Þetta er nú ekki lengra það, þetta er vika, en 2 tímar í senn, 6 klukkutíma námskeið og þeir sem að koma á námskeið munu fá góða yfirsýn yfir sögu okkar áfengis- og vímuefnasjúklingana síðustu 300 ár.